you Jesus. I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, I have a king with dominion over death. He holds the key. In his holy nails got hand, he is the heel that has crossed the serpent's head. I resurrected great I am. I call you Jesus. I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell break. Every time I call your name, the great dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name. So where, oh death, is now your sting, and where, oh grave, your victory? Where, oh death, is now your sting, and where, oh grave, your victory? Yeah! Where, oh death, is now your sting, and where, oh grave, your victory? Dead things come alive, dead things come alive, dead things come alive in the name of Jesus. Dead things come alive, dead things come alive, dead things come alive in the name of Jesus. Dead things come alive, dead things come alive, dead things come alive in the name of Jesus. Dead things come alive, dead things come alive, dead things come alive in the name. I call you Jesus. I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name. Every time I call your name. Þvílík lofgjörð. Góða kvöldi, kæru vinnir.
Hjartalega velkomin á samkomu hjá United Reykjavík, virkilega gott að sjá okkur öll. Ég heiti Aron og ég alkoholisti og stoltur Jesúhoppari. Ég fæ þann heiður að vera með nokkrar tilkynningar og svo fyrsta að sjálfsögðu það kotmót næstu helgi og ég hveti ykkur öll til að mæta. Allar upplýsingar inn á kotmót.is. Þetta alveg frábært, nóg að lofgjörð og samkomum og það barnadagskrá og úlingadagskrá og matur alla helgina og frábært tjaldsvæði sömuleiðis, þannig ég hveti ykkur eindriði til að mæta. Það ekki samkoma næsta mánudag vegna kotmóts, þannig við ætlum að vera þar. Við erum öll með ykkur bænarefni á okkar hjarta og verslunarhelgin næstu helgi og það getur verið erfið helgi fyrir marga. Kannski ykkur að vera edrú í fyrsta skipti versló og þá bið ég vernd Guðs til þín. Ég bið vernd Guðs í umferðinni og öllum aðstæðum og bið Drottinn að varðveita okkur og passa okkur. Ég dró mannakorn í morgun og mér langar að lesa það fyrir ykkur. Það svo frábært að vera með biblíuna bara í símanum, mæli með að vera með biblíuappið. Það fyrra Korinthubréf 13:8 sem segir kærleikurinn fellur aldrei og gildi, en spádómsgáfur þær munu líða undir lok og tungur þær munu þagna og þekking hún mun líða undir lok, en kæri vinir, kærleikur Guðs fellur aldrei úr gildi. Amen. Það svolítið mikið til í því, kærleikurinn sigrar allt og ég hveti ykkur kæri vinir að vera í kærleikunum, það svona frumgildi því að vera kristinn, maður eða kona, að vera í kærleikunum. Svo það samskotin, minna á þau, það posi hérna aftast og reikningsnúmerið ætti að poppa upp. Vonandi eftir andartak og svo mun karfan okkar ganga og ég hveti ykkur að gefa í Guðs ríki, Guð elskar glaðan gjafara, þannig að endilega tökum þátt í þessu mikilvæga starfi. Ég að gleyma ykkur? Ég ekki að gleyma neinu, aldrei þessu vant. Þannig að þá bara bið ég Guð að blessa ykkur kæri vinnir og eigum frábæra stund saman. Takk. Jesús hjá mér, heldur mér stöðu, sér hvert orð frá þér, loforð þitt til mér, stöðugur klettur, ekkert fær bifa. Þú alfa og omega
sigurinn hann unninn og sami kraftur býr í mér. Ég eignast líf í þér á ný, trúi þér. Lið heljar færi sigurinn, því kirkja Krists hún lifir enn. Ég lifi til að segja frá, trúi þér. Að þú kemur skýjum ofan frá, þú kemur til að sækja þá. Þangað til trú mín trúi þér. Trúi því, þú alfa og omega, þú stendur við loforð þín, þú ert hér. Máttugur leiðin greið vegna þín. Ég hleyp gegnum opið haf, beint til þín. Ávallt trúfastur ertu. Búinn, loksins fæðir aulit sinn og ekkert fær mig slitið þér frá, trúi þú. Ég syngja fæ með himninum og krjúpa frammi fyrir þér. Syng helgur, helgur, helgur trúi þú. Ég trúi því, þú alfa og omega, þú stendur við loforð þín, þú ert hér. Máttugur ertu, trúi því. Leiðin greið vegna þín, ég hleyp gegnum opið haf, beint til þín. Ávallt trúfastur ertu. Ég sá svona mynd á eins og það segir í textanum: ég hleyp gegnum opið haf, beint til þín. Ég leiðinni greið beint til þín. Ég sá svona mynd í hausnum þar sem maður, ok, ég ætla að hlaupa þangað, ég ætla að hlaupa þangað, en það er allar þessar truflanir á leiðinni. Það er fólk alls staðar að, hei, sjáðu hérna, sjáðu hvað ég er með, sjáðu. Það er alltaf verið að reyna að taka augu okkar af honum. Að þegar við erum að hlaupa gönguna og labba göngunum ykkur, þá er svo mikið áreiti. Allan daginn, alltaf. Og sko, oft er bara það erfiðast við gönguna að halda upp augunum beina. Ég held að sé hvatning til okkar í dag, jafn mikið til mín og ykkar, að halda augunum á honum. Að bara Drottinn, ég set augun mín á hásætið þitt. Far, ég set augun mín beint til þín. Og ég hleyp beint til þín, Drottinn. Heilagi Far, ég kem gegn öllum truflunum sem eru að halda okkur, sem eru að trufla okkur og hægja á okkur, Drottinn. Faðir, því þú hefur áætlun fyrir líf okkar. Drottinn, þú hefur áætlun til heilla en ekki til óhamingju. Og ég bið þig, Drottinn, að bara silensa noisið, Drottinn. Að þagga niður í röddunum sem að segja að við séum ekki nógu góð, að segja að við séum ekki þess virði, Drottinn. Faðir, ég beinum sjónum okkar að hásæti þínu. Það skiptir ekki máli hvað fólk segir, hvað einhverju leiðtogar eða bara yfirmenn, það skiptir máli, Drottinn minn, okkur hvað þú segir. Þú ert skaparinn okkar, þú ert hinn eini sanni Drottinn. Þú ert konungur konunga. Það skiptir máli hvað þú segir, og þú segir að við séum elskuð. Þú segir að við séum þessu virði. Drottinn, þú fórst á krossinn fyrir okkur, ekki bara að
því bara, heldur til að segja samfélag við okkur, Drottinn. Og Drottinn minn okkur við hlaupum beint í fangið á þér, Jesús. Ég trúi því, þú alfa og omega. Þú stendur við loforð þín, þú ert hér. Mátturinn eftir trúi því, leiðin greið vegna þín. Ég hleyp gegnum opið haf, beint til þín. Ávallt trúfastur ertu. Amen. I speak the name of Jesus over you. In your hurting, in your sorrow, I will ask my God to move. I speak the name 'cause it's all that I can do. In desperation, I'll seek heaven and pray this for you. I pray for your healing. The circumstances will change. I pray that the fear inside will flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough will happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name. In Jesus' name. I speak the name of all authority, declaring blessings, every promise He is faithful to keep. I speak the name no grave could ever hold. He is greater, He is stronger, He's the God of possible. I pray for your healing. The circumstances will change. I pray that the fear inside will flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough will happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name. Come believe it, come receive it. The power of His Spirit is now forever yours. Come believe it, come receive it. In the mighty name of Jesus, all things are possible. I pray for your healing. The circumstances will change. I pray that the fear inside will
will flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough will happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name. I pray for your healing, the circumstances will change. I pray that the fear inside will flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough will happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name. I pray for revival, the restoration of faith. I pray that the dead will come alive in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús yfir hjörtin öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni návist, segjum Jesús. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús, uns allt það böl sem bindur brotið við. Ég lýsi yfir von og ný frelsi, segjum Jesús. Syngjum saman þitt nafn er kraft. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert með son. Ég vil fá að nefna nafnið Jesús yfir það sem óttinn lamar á. Ég kveð þann sem að byrðar bera þunga. Hvað segjum við? Segjum Jesús. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert með son. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert með son. Frá fjallsbund hrópum Jesús, Jesús strætum á, Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. Frá fjallsbund hrópum Jesús, Jesús strætum á, Jesús
hjörtun öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni nást, segjum Jesús. Takk Jesús. Jesus inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini ég segi nafnið hans, Jesús. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á. Jesús inn í myrkrið og Þú ert Guð þér einum ber, allt mitt líf því færi þér, söngvar sem að mikla verkin þín. Útrétt hönd og hjarta mitt, gerðu Guð það sem þú vilt, því nærvera mesta gleðin mín. Eitt bið ég eitt þrái ég, meir en allt í heimi hér, að dvelja í húsi þínu allt mitt líf. Ég vil vita allt þig og sleppi því sem hindrar mig, því ó Guð helgur og gjör mig. Ég brenna vil af ástríðu til þín. Sendur helgur andi, sendur helgur andi, ráð þú för, gefa til þín komi, gefa til
Heilags anda regni við landið okkur helgina drottni. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þín. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú öll svo fegur sem þú gafst mér sem minn vinur sólík öllu því sem ég hef séð. Ég vil aldrei hætta að undrast í návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú öll svo fegur sem þú gafst mér sem minn vinur sólík öllu því sem ég hef séð. Drottinn fyrir nærveru þína. Gefa dýrð þín komi, Dísi Guði. Ég ætla að kynna þig. Ég átti að gera það. Æ, Þetta er Pétur Erlendsson. Hann er frábær guðsmaður. Velkomin, takk fyrir að vera með okkur. bara takk sömuleiðis innilega og takk fyrir lofgjörðina og bara þann heiður að fá að deila með ykkur orði Guðs í kvöld. Það er
eru forréttindi og heiður að fá að glugga í orð Drottins hvenær sem okkur sýnist svo, hvenær sem við viljum. Það ekki allir í heiminum sem fá að gera það og því miður fjölmargir sem hafa þurft að gefa líf sitt fyrir það og við þetta verður svolítið sjálfsagður hlutur hjá okkur stundum. En alltaf jafn dásamlegt að koma og finna nærveru Guðs í lofgjörð til hans. Halleluja. Eins og sagði, ég heiti Pétur, ég er fæddur og uppalinn í Vestmannaeyjum og það fyndið það? Það reynda gat verið svolítið fyndið stundum, sko. En árið 1994 þá var mitt líf komið í þannig vítahring að ég vissi ekki leiðin út og mér fannst ég fastur inn í einhverju völundarhúsi sem ég komst ekki út úr. Þetta er alveg tilfinning sem að allir hérna inni þekkja. Að vera fastur á einhverjum stað sem maður kemst ekki út úr. Og það er vont. Að finna, maður hefur enga stjórn. Og þetta getur gerst oft í lífinu. Maður ratar inn í aðstæður og kringumstæður. Það koma hlutir í veg okkar í lífinu sem að gera það að verkum að við fáum þessa tilfinningu. Ég veit ekki hvernig ég á að komast út úr þessu. Ég veit ekki hvernig ég á að losa mig út úr þessu. Og þetta er vond tilfinning. En akkúrat þarna er svo mikilvægt fyrir okkur að eiga traust til Drottins. Vegna þess að það er ritningarstaður í Biblíunni sem segir ekki þetta. Hann segir, fel þú Drottni vegu þína, við höfum öll heyrt þetta ábyggilega. Það að segja, trúðu á Drottin, fel honum vegu þína og treyst honum. Vegna þess að það er alveg hægt að trúa Drottin en treyst honum ekki. Vegna þess að trúin okkar, hún gerir ekki kröfu á okkur að við treystum á hann fyrr en það reynir á. Þá fyrst fyrir að finna, heyrðu vá, býtu, ég þarf að fara að treysta honum. Ég vissi ekki að þetta væri hluti af göngunni minni. Þetta var ekki það sem ég skrifaði upp á í upphafi. En hann þekkir leiðina miklu betur en við. Ég man eftir því, þegar ég var svo til nýfrelsaður, þá bað ég eina bæn og ég gerði það oftar en einu sinni. Og ég sagði, Drottinn, viltu gera hvað sem er? Að ég komist alla leið. Vitið að ég hafði ekki hugmyndu hvað ég var að biðja. Vegna þess að Drottinn, hann heyrir bænir. Og ekki bara það, hann svarar bænum. Svo fóru bara hlutir að gerast í lífi mínu. Og þá oft heyrðu, býtu, ég vissi kannski ekki að þetta væri hluti af pakkanum, sko. Jú, þarna er maður akkurat á stað sem bara lærir að treysta á hann einan en reiða sig ekki á eigið hyggjuvit. Það er svo mikilvægt fyrir okkur. Af hverju er traust svona mikilvægt í augum Drottins? Af hverju er það svona mikilvægt fyrir hann að við treystum honum? Hvað er í rauninni þetta traust? Þetta er fyrsti kærleikurinn sem talar í Ópinberunarbókinni. Kirkjan í Efesus hafði mist sinn fyrsta kærleika. Ég var fenginn daginn, það var upp í Lindakirkju, og ég fenginn til að vera með barnablessun hjá vinahjónum okkar og voru nýbúin að eignast barn og voru með svona barnablessun. Og fengum mig til að sjá hana. Ég hafði séð svona ýmsar athafnir hjá þessari fjölskyldu, þess að kannski leituðu til mín. Og þá kom ég aðeins inn á þetta og var þetta trausti vegna þess að ég sá að litli strákurinn var í höndum pabba síns algjörlega áhyggjulaus.
100% traust. Og ég hugsaði, þetta er fyrsti kærleikurinn. Þetta er það sem að Guði finnst svo mikilvægt að sjá hjá okkur. Að við treystum honum algjörlega óháð öllu öðru. Fel þú Drottni vegu þína og treyst honum. Ekki bara trúa á tilvist hans, treyst honum fyrir því að það sem þú ert að ganga jafnvel í gegnum akkurat núna, ég veit ekki hvað það er, að hann er með þér akkurat þar. Ég kom aðeins inn á það, ég held ég síðast ég talaði hérna, þegar segir í orði Guðs, óttastu ekki, óttast þú eigi. Muniði hvað kemur oft fyrir í Biblíunni? Nákvæmlega 365. Munum þetta, systkini. Einu sinni fyrir hvern dag, ekki óttast. Og þegar Jesús fór hérðan, það síðasta sem hann sagði við lærisveina sína, óttisti ekki, því sjá, ég er með ykkur allt til enda veraldarinnar. Alla daga, allt til enda veraldar. Þetta er loforð sem hann hefur gefið okkur. Í Mattheusi 16, þá kemur fyrir ritningavers sem að við höfum eflaust heyrt oft líka. Mattheus 16, 24, það segir, þá mælti Jesús við lærisveina sína, sá sem vill fylgja mér, hann afneiti sjálfum sér, taki sinn kross og fylgi mér. Veitir, það frelsið í Jesú Kristi er frítt. Hann gefur okkur það. Við munum það, ég man það þegar ég kom til Drottins og hann gaf mér frelsi. Ég vissi ekki einu sinni ég væri að leita að Jesú, ég var bara að leita að lausn inn í lífið. Ég vissi ekki þá að Jesús var lausnin, en hann bara mætti mér þar. Og hann gaf mér frelsi, algjörlega óháð því hvernig maður ég var. En að fylgja Jesú kostar allt. Sá sem vill fylgja mér, hann afneiti sjálfum sér, taki upp sinn kross og fylgi mér. Þetta hefur rosalega mikið að geyma, að afneita sjálfum sér. Hvað þýðir það? Þegar ég rata inn í aðstæður sem að ég ræði ekki við sjálfur og mér finnst ekki komast út úr, þá þarf ég að afneita þessari hugsun sem segir að ég þurfi að stýra og stjórna öllu og setja traust mitt á hann algjörlega. Afneita sjálfum mér og treysta bara honum. Þetta gerir þessa kröfu á okkur til þess að geta fylgt honum. Ekki bara trú á hann, heldur að fylgja honum. Það er allt annað. Að fylgja Jesú er ekki að koma bara í kirkjusunnudum eða gera eitthvað eða gera ekki eitthvað. Að fylgja Jesú er eitthvað allt annað. Hvað er það sem hann segir að sé okkar kross sem við eigum að taka upp? Það hlýtur að vera eitthvað sem við köstum stöðulega niður, annars þyrftum við ekki að taka það upp. Það er eitthvað sem við viljum helst ekki hafa. Það er eitthvað sem veldur okkur óþægindum, annars þyrftum við ekki alltaf að vera að taka hann upp. Það getur verið fortíðin. Ég veit að við höfum öll eitthvað í fortíðinni sem við hefðum kannski vilja sleppa. Hefðum kannski vilja sneiða hjá ef við fengið að ráða. Gæti verið það. Eitthvað sem við höfum spurt svo oft af hverju þarf ég að bera þetta?
Þið verið að afsaka, ég felli oft tár þegar ég er að predika. En það er bara ég. Ég get ekki að ég gert. Ég hef oft reynt að forðast það. Ég get ekki að ég gert. Og þegar ég er að leggja áherslu á eitthvað svona sem ég veit að við eigum öll sameiginlegt. Það er eitthvað í fortíð okkar allra sem við hefðum vilja bara kasta frá okkur. En Drottinn segir við okkur, taktu upp krossinn þinn og treystu mér. Ég er með þér alla daga veraldar. En það eru góða fréttir í þessu. Krossinn okkar, hann er nefnilega ekki þungur. Hann er nefnilega mjög léttur. Hvað er þá svona þungt við hann? Það er dómurinn sem er yfir honum. Vandamálið er ekki þyngdin á krossinum, heldur það, við treystum í raunin ekki að Jesús tók dóminn af honum og fór með hann upp á sinn kross. Við erum alltaf að taka á okkur dóminn sem við eigum ekki að bera. Við stöndum fyrir fram að spegilinn og við dæmum okkur sjálf óréttlátum dómi fyrir eitthvað sem að Drottinn hefur löngu tekið á sig. Og það er það sem er svo þungt. Jesús sagði, komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þunga byrðar, og ég mun veitiðu hvíld. Það er gefins. Það er frelsið sem er gefins. Svo segir hann líka, strax á eftir, takiði á ykkur mitt ok og læriði af mér, því að ok mitt er ljúft og byrði mín er létt. Og þá spyr ég, hvaða ok var það sem hann var með sem hann vill að við tökum á okkur til þess að gera krossin okkar léttan að bera? Krossin okkar, það sem að öll fortíðin okkar er á, allar slæmu ákvarðanirnar sem við höfum tekið, allt það sem við kunnum að dæma okkur fyrir er á þessum krossi. Hvernig get ég gert hann léttan? Jú, að taka á mig og Jesú. Og hvað var það? Fyrirgefni, það er svo fullt, það er svo mikið. Það segir í Biblíunni, í Jesaja, minni mig 9 frekar en 6, þá kemur spádómur Jesú, fæðingu Jesú. Og það segir, sjá, barn er oss fætt, sonur er oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Það var okið sem að Jesús bar. Höfðingjadómurinn, hvað er nú það? Jú, vilji föðurins á himnum. Hver var vilji Guðs? Að hann færi á Golgata hæð og yrði krossfestur til endurlausnar fyrir mig og þig. Jesús sagði að gera vilja föður míns er mín fæða. Það er það sem heldur mig gangandi að gera vilja hans. Þetta er það sem að Jesús vill að við berum. Þetta er það sem að gerir okkar kross léttan, að treysta því að hans höfðingjadómur, að hans vilji, að hans hugur, að hans kærleikur til mín sé búinn að taka byrðina frá mér. Hann er búinn að taka dóminn á sig sem að ég er alltaf að setja á herðarnar á mér aftur. Sem að gerir krossið minn svo þungan. Þess vegna skiptir þetta svona miklu máli fyrir Drottinn að við eigum traust. Að við felum ekki bara vegu okkar í hans hendur, heldur treystum honum líka. Treystu Drottni af öllu hjarta og reiddu þau ekki á eigið hyggjufitt. Drottinn hefur, já, þetta er nefnilega svo gott. Drottinn hefur bara gott í hyggju fyrir okkur. Ég missi sjónar af þessu hvað eftir annað.
aftur og aftur. Þegar ég tek krossin upp, ég er búin að leggja traust mitt á Drottinn og ég finn, þetta er bara létt, gangan er bara æðisleg. Eftir smá stund, eftir einhver tíma, þá fyrir krossin að vera þungur. Þú veist, þá fer maður að velta sér upp úr kannski fortíðinni eða hvað sem er, það er bara dæmi. Þú getur tengt við eitthvað í lífi þínu. Og allt í einu þá hætti ég að treysta á það að Drottinn hafi tekið þetta á sig. Er einhvers stað svona bréf hérna? Já, þakkaði fyrir Guðmundur. Við sé ekki hérna. Afsakið. Er einhver til í að hjálpa mér aðeins? Þú ert ekki að gera neitt. Þú ert ekkert að segja. Bara að standa hérna. Þú hérna á endanum, í lífæðisbólnum. Bara að standa hérna. Já, komdu bara hingað. Jú, flott bara. Þannig að þegar Kain drap bróður sinn Abel, þá fór hann með hann, eða fór til hans út á akur og drap hann. Það átti náttúrulega vissa forsögu, en Drottinn kemur og segir, hvað hefur þú gjört? Hann spyr fyrst, hvar er Abel, bróður þinn? Og hann segir, á ég að gæta bróður míns? Og Drottinn segir, hvað hefur þú gjört? Blóð hans hrópar til mín af jörðinni. Blóðið hefur rödd sem hrópar. Líf okkar er í blóðinu. Lífið sem er í okkur er í blóðinu okkar. Og röddin frá blóði Abels hrópaði til Drottins eftir hverju? Dómi. Þarna var Jesús ekki kominn. Þetta er löngu áður en Jesús kom og endurlisti mannkynið og tók á sig dóminn. Þarna var dómur lögmálsins sem að kom yfir, vegna þess að blóðið hrópaði eftir því. Það var búið að myrðan og blóðið hrópaði eftir dóm og refsingu. Og refsingin kom. Og Drottinn, hann lagði bölvun yfir Kain og það sem á eftir kom. Á þess að fara eitthvað nánar út í að hvernig það var, bara þess að gefa okkur þessa mynd. Svo sjáum við í Hebreabréfinu, það sem við verðum að tala um Jesú og blóð Jesú Krists. Að þá er sagt að blóð Jesú hrópar hærra og hrópar betri hluti heldur en blóð Abels. Hvaða hlutir eru það? Í fyrsta lagi þá sjáum við þar að blóð Jesú Krists, það hefur rödd líka og það hrópar. Hvar er blóð Jesú Krists í dag? Þetta alnálega blóð sem að varð alnálagt þegar Jesús dó eða eftir upprisuna. Þegar hann fór með blóð sitt inn í himinin og lagði á altarið þar, þá var það blóð alnálagt. Hvar er það í dag? Það er yfir þér og yfir mér. Það er yfir honum hér núna. Það er hérna allstaðar. Og þetta blóð, það hrópar stanslaust. Miklu betri hluti heldur en blóð Abels gerði. Þetta blóð sem er yfir þessum bróður núna, það hrópar ekki eftir dómi vegna þess hvernig hann er, eða hvernig ég er, eða hvernig þú ert. Þá værum við ekki hér. Það væri enginn hér. Þetta blóð hrópar eftir miskunn. Stanslaust. Miskunn. Friðþæging. Náð. Kærleikur. Ég er ennþá jafn fallin sköpun. Hann er ennþá jafn fallin sköpun og hann var og hefur alltaf verið. Við erum það öll. En blóð Jesú Krists
stanslaust hrópar eftir miskunn. Vegna þess að hann tók allt þetta sem í okkur og fór með allar afleiðingar þess á krossin fyrir 2000 árum síðan. Ég man ekki hvort ég fór í þetta hérna síðast eða þar síðast. Þegar Pétur stóð eftir að hann hafi afneitað Jesú 3 sinnum. Segjum að þetta sé Pétur hér. Hann hafi afneitað honum 3 sinnum. Maðurinn sem að sagði við Jesú, ég skal fara með þér í dauðan. Ég skal ganga með þér hvert sem Ég skal gefa allt. Alveg eins og ég sagði í bæn minni, drottning, gerðu hvað sem Ég bara vissi ekki hvað þessi bæn fól í sér. Pétur vissi það ekki heldur. Nafni minn. Hann vissi ekkert hvað hann var að segja þegar hann sagði við Jesú, ég skal fara með þér í dauðan, ég skal fara með þér hvert sem Svo þegar Jesús var nálægt dauðanum, þegar hann var búið að berja hann í hallagarðinum og Pétur var búin að afneita honum 3 sinnum og hann gat ekki einu sinni verið hjá honum, það segir hann stóð álengdar, hann stóð svolítið langt í burtu en hann horfði á það sem gerðist og þráði ekkert heitar en að vera bara þar. Og hvað gerðist þá? Þá segir Jesús sneri sér til hans og hann leit á hann. Af hverju? Vegna þess að það var eitthvað blóð hérna sem að hrópaði til hans eftir miskunn. Þetta eilífa blóð sem hrópaði stöðugt eftir miskunn. Jesús leit ekki á hann og dæmdi hann. Þú afneitaði mér. Nei, hann leit til hans kærleiksaugum. Ég elska þig. Það var bara það. Ég miskunna mér yfir þig. Þú átt aðgang að náð minni. Ég þekki hjarta þitt. Ég veit hvernig þú ert og ég veit hvernig þú hugsar. Ég bara elska þig. Og það segir að Pétur, hann gekk út og grét beisklega. Jesús var krossfestur. Svo á hvítasunnudag þá stóð þessi maður upp, flutti eina mögnuðustu ræðu sem hefur nokkuð tíma verið flutt. Og hann sagði, viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesú sem þér krossfestuð hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Það var engin efi í hjartans lengur. Krossin hans var ekki þungur lengur. Hann var léttur, vegna þess að hann treysti því að höfðingjadómur Guðs var með honum í gegnum allt sem hann gekk í gegnum. Þakka þér fyrir, bróðir. Takk sem leiðis. Og gefum honum gott klapp. Rómverjabréfið 5. kafli. Afsakið. Ræði ekki við þetta. Ég hugsa rosalega oft hann nafna minn Pétur. Það er svo margt í hans eðli og hans karakter sem að við eigum svona, og við öll eigum sameiginlegt og maður finnur sér svo oft í honum. Mér var að hugsa til hans daginn þegar ég var að hugsa þessa bæn sem ég bað. Drottning, gerðu hvað sem Þetta stór varasum bæn. En hún samt góð. Og drottning náttúrulega gerir og búinn að gera hvað sem allt sem að við þurfum til að komast alla leið. Hann búinn að því.
Í Rómarbréfinu 5. kafla, versi 1. Réttlættir af trú höfum við því frið við Guð. Ef það er eitthvað sem við öll þráum, þá er það friður. Eiga frið. Fyrir drottin vorn Jesú Krist. Fyrir hann, þá höfum við aðgang að þeirri náð sem við lifum í. Það er að segja fyrir trúna. Trúna sem okkur er gefin. Hún er frí. Og við fögnum í von dýrð Guðs. En ekki bara það eitt, segir, við fögnum líka í þrengingunum. Þarna gleymum við stundum, þarna klikkum við stundum. Við fögnum líka í þrengingunum með því að við vitum eða treystum að þrengingin veitir þolgæði, en þolgæðið fullreind, en fullreindin von. En vonin bregst oss ekki því að kærleika Guðs er úttelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Þetta er það sem traustið gefur okkur. Það færir okkur það að við getum fagnað og glaðst í þrengingum okkar. Er þetta gott? Mér finnst þetta gott. Ég ætla ekki að hafa þetta neitt mikið lengra, en ég ætla að enda bara í Åpenbarunarbókinni í 2. kafla og versi 1. Það segir, engli safnaðarins í Efesus, það eru 7 kirkjur í byrjun Åpenbarunarbókarinnar. Þessar kirkjur voru til. Þetta voru kirkjur á vissum stöðum í Efesus, í Smyrnu, í Pergamos, í Þíatýru. Þetta er allt saman staðir, í Sardes, í Fíladelfíu og í Laodíkeu. Og þessar kirkjur voru þarna og drottinn talaði til þessara kirkna. Þetta eru líka táknavist tímabil í sögunni. Við getum fundið söguna í þessum kirkjum á mismunandi tímabilum, en þetta er líka í öllum kirkjunum er þetta boðskapur til okkar bara í dag. Vegna þess að orð Guðs er bara eilíft og sér hver ritning, eins og segir, er innblásin af Guði og nytsum til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti, til þess að Guðsmaðurinn sé albúinn, hæfur gjör til sér hvers góðs verks. Þetta segir orð Guðs. Þannig að þetta er til okkar líka núna. Og það segir, engli safnaðarins í Efesus skalt þú rita. Þetta segir sá sem heldur á stjörnunum 7 í hægri hendi sér. Sá sem gengur á milli gullstikana 7. Ég þekki verkin þín. Drottinn þekkir alveg verkin okkar. Ef það eru verk sem eru vond, þá get ég ekki falið fyrir honum. Hann þekkir þetta allt. Hann veit þetta allt. Og ég þekki erfiðið. Ég veit hvað við gengið í gegnum. Ég þarf ekki að fara í einhverjar upptalningar. Þú veist hvað er að tala um. Drottinn segir, ég þekki það sem við gengið í gegnum. Ég veit það. Ég þekki það sem hefur verið erfitt. Ég þekki það sem hefur verið sárt. Ég þekki allt sem þú hefði svo innilega vilja sleppa við. Ég þekki það allt. Og ég þekki líka þolgæðið þitt. Og ég veit að þú getur eigi sætti við vonda menn. Þú hefur reynt þá sem segja sjálfa sig vera apóstola en eru það ekki. Og þú komist að því að þeir eru lygarar. Þú ert þolgóður og byrðar hefur þú borið fyrir sakir nafns míns.
og ekki þreist. Svo kemur þetta. En ég hef eitt á móti þér. Eða það er eitt sem er á hinni vogaskálinni. Að þú hefur afrækt eða mist þinn fyrsta kærleika. Þetta bara á við okkur öll. Og við missum ekkert fyrsta kærleikan bara einu sinni. Það getur gerst með sér oft á dag. Fyrsti kærleikurinn er krossin okkar. Vilji Guðs, traust okkar á hann, er fyrsti kærleikurinn. Við hendum honum á okkur oft margoft á dag. Tökum hann upp aftur, hendum honum aftur niðurstundum. Þannig er þetta bara. En hann þekkir allt sem þú gengur í gegnum. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir í söfnuðunum. Þeim er sigrar, honum mun ég gefa að eta af lífsins tré sem er í paradís Guðs. Ég ætla að loka með þessu. Við höfum öll aðgang að því. Lífsins tré sem er í paradís Guðs. Það er búið að skrifa mörg 100 bækur þessar 7 kirkjur í upphæði Åpenbarabókarinnar. Sumar eru þvert á móti ykkur öðrum. Af allir sínar útleggingar. En við getum öll verið sammála eitt. Við eigum aðgang að lífsins tré fyrir trú og traust á Jesúm Krist. Punktur, segi ég. Þakka ykkur kærlega fyrir, systkini. Amen.